Já, og þá höldum við í suðaustur. Færeyingar hafa gert tilraunir með uppboð á fiskveiðiheimildum undanfarið. Tvennum sögum fer af því hvernig það hafi gengið. Jörgen Niklasen, formaður Fólkaflokksins, sagði í Morgunblaðinu á dögunum að engum í Færeyjum fyndist þessi uppboð hafa tekist vel. Þessi tilraun hefði mistekist algjörlega. Þessu er Högni Hoydal, sjávarútvegsráðherra Færeyja, ósammála. Helgi Seljan ræddi við Högna þegar hann var hérna á ferð í vikunni og byrja á að forvitnast viðhorfið í Færeyjum. Að sjálfsögðu eru miklar deilur og umræður þetta. Og þetta var bara svona sérstök tilraun sem bara var fyrir 2016. Við erum jo í vinnu með nýtt fiskstjórnarkerfi í Færeyjum og ég er mjög ánægður með það. En þetta var jo mjög trengt uppboð. Það var gert svona að bara 10% af kvotan af makrill, sild og kulmunna og líka af botnfiski eða torski og ísi í Barentshafinu var bara boðið út bara fyrir 2016 og lögin var svo treng að þetta var bara fyrir þeir aðilar sem í dag, í kerfinu í dag. Og tekjurnar voru mjög hærri en ég var að rekna með. Så þetta var jo tilraun til þess að sjá bæði hvað kann gerast í nýjum kerfi og líka hvað í gamla kerfinu. Som þar aðalmarkmiðið það að við förum frá því að gefa út kvotan til þess að bjóða út kvotana einhverju marknaði. Við höfum sjá það í gamla kerfinu að skip eru bara seld með kvota og fiskidaga, altså með fiskréttindi og bara seld fyrir mikla peninga. Så þetta auðlindarentan, það borgarna fyrir það að komast að fiskinu bara komin á einskildar aðilar og líka á útlensk fjármagn. Og við viljum að sjá svo að það gjaldi, það borgarna sem fyrir þess að komast til fiskin, hún kemur til ríkissjóðs. En á sjálfsögðu viljum við líka að það veri gott keppni og góðar umstæður fyrir allan sjóútveginn, svo það mörg markmið í þessu. Hvernig hafið þið verið að taka gjald fyrir þessa auðlind hingað til? Það svolítið nýtt að taka gjald og það var bara verið gjald á makríl og sild frá 2011 og til í dag. Nú líka komið lítið gjald á kulmunna, en það við að reyna þetta með heldur en bara að setja gjald frá þinginu eða frá skrifstofumönnum. Þá heldur að segja, ok, hvað vill sjávarútvegurinn gjalda fyrir að komast til fiskin. Og það líka það sem reynsla með uppboðum. Í hugmyndinu þannig að marknaði verða svo sjávarútvegurinn sem kemur að setja þetta gjald og það tekið komast til ríkissjóðs og sjávarútvegurinn að finna út hvað best að gera og få mest fyrir fiskin. Að få mest verð fyrir fiskin, það jo aðalmarkmiðið að sjálfsögðu. Það hefur svolítið verið gagnrýnt í Færeyjum að það sé til dæmis einhverjir sem að vilji komast nýir inn í greinina, þeir eiga ekki séns. Er það ekki svolítið mikill galli að loka þetta svona af? Það alveg rétt. Að því að við með svona sögulegt tækifæri í Færeyjum núna. Að því að gamla kerfi svo að segja uppsagt. Í 2007 var ákvörðun tekin af þingið að öll leyfi og öll kvóta veri bara að ganga út 1. janúar 2018. Og til þess jo þeir aðilar sem núna með leyfin. Og að því var svona mjög þreng takmörk sett. Så þetta var bara fyrir þeir sem núna. En markmiðið sjálfsagt að nýri kunnu komast inn líka og það verðum við svo að reyna seinna. Så þetta var bara til þess að fá að sjá hvað hendur í galdandi í kerfinu. Það verið að bjóða út kvota heldur en bara að gefa út kvota. Og það var líka það takmarki að þú verður ekki að selja það áfram. Svo þú verður að bjóða fyrir einstaks skip og þú verður að fiska það með 10 skip. Hvað með gagnrýnina til dæmis á að þetta séu stórir aðilar alltaf betur settir til þess að kaupa og þeir muni í raun kaupa mest og þar af leiðandi séu til dæmis lítil fyrirtæki eins og víða í Færeyjum, þau muni ekki geta tekið þátt og þar af leiðandi bara leggjast út af? Jú, ég sammála því og þetta mikilvæg gagnrýni og athugasemdir. En við verðum bara að bera saman með hvað það hendi í dag. Í dag það svona að kvótan kemur bara
örfá fyrirtæki og þeir eru svo að selja á milli sín og í nýja kerfinu verður það léttari mínum mæti að gera það svona að það verður mögulegt hjá nýjum að komast inn og þetta með uppboð það eru margir möguleikar. Þetta nefnd som sitter núna, hún að vinna með það að segja, í dag ef du vil komast inn í sjávarútveginn, þá vil du koma með milliardar að kaupa skip með réttindi. En í nýjum kerfi, það kan det vera så at du säger att du kan komast inn í tímabundið leyfi. Du er að borga á eftir að du fiskar fiskin. Du kan bjóða kannski í procent af kvotanum. Du kan bjóða það að du vil borga procent af verðunin af fiskinum það hann fiskaður. Så það margir möguleikar til þess að vinna á þessum áherslum og þessum gagnrýni sem alveg rétt. Þið voruð að bjóða upp kolmuna, svartkjaft núna í síðustu viku. Það voru, og það er það ekki rétt hjá mér bara, þetta eru bara 3 fyrirtæki sem eru... Kannski 4. Já, sem eru, og ég með þið buðuð út hvað 10.000, já hvað var þetta? Samtals 20.000, þeir búið út svona í 4 lutur, svona 5.000, 5.000, 5.000. Og það sáum við og við vistum það líka, að það er keppnin bara svo pínulítið að stóru fyrirtækin viljum ekki bjóða. En takaðu sig þá ekki bara saman og ákveða við ætlum ekki að bjóða og náum verðinu niður? Jú, og þetta er ju vandamál í nýjum kerfi líka. En sýnir þetta þá ekki fram á galla og mistök í því að binda þetta svona? Jú, þetta er mjög mikilvægt. En í nýjum kerfi, það verður að gera svo líka að það verður svona antitrust reglur. Eitt fyrirtæki kann ekki vera með meir en svo stóran part af kvota. Så það finnast lesnir af hvernig það ekki bara verið svona kartell. Og tilraunin og reynslan það var til þess að fá það staðreynd og få það staðfest. Hvernig sér það út í kerfin sem det er í dag. Til þess að finna lesnir í nýjum kerfi som vinna á þessum áherslum. Svo hefði farið þessa útboðsleið áfram. Ef menn kaupa tiltekin magn af kvóta hjá okkur, hvað fá þeir að hafa hann þá í mörg ár? Ja, það er spurningin. Og að því hafi sett þessa nefnd með fólk með ýmislegum faglegum sjónarmiðum að komast með frumvarp til þess hvernig við að gerast. Og ég veit að þeir að vinna með fleiri möguleika. Þetta með að þú kannst bjóða út kvóta fyrir lengra eða styttri skammara tímabil. En verður þetta ekki að vera svolítið langt svo þetta hreinlega bara borgir sig? Ég er ekki svona 100% sammála því. Að sjálfsögðu skil ég það að þú verður að fá fyrirsjáanleika. Og það verður við að hugsa það að sjálfsögðu og gera kerfið svona. En mér finnst nú að gagnrýni er oft kannski farið og langt að því að í mörgum öðrum útvegi og miklari aðrar atvinnu er jo ekki svona svo langur fyrirsjáanleiki. En að sjálfsögðu átt að vera mögulegt og við viljum það að því að við höfum jo í færiska heimaflótanum, þann sem að fiska í færiska lögsögu. Það er jo ekki komist nýtt skip í mörgum ár. Så sjálfsögðu viljum við fá skipuleika þetta svona að það veri mögulegt að að setja pening í skip og få góð skip til þess að veiða fiskin. En það verður svona balans, så það mennir að tala kannski 15-20 ár, það held ég að það er allt og lengi. Það er kannski ekkert atvinnulíf sem með fyrirsjáanleika som er så langt. Oft höfum við tala það hvað með færingar eru að vinna í offshore vinnu, altså að byggja skip som vinna með oljevinnu í Norge og út í heimi. Og þeir að byggja flokkskip, góð skip, og þeir jo ekki með fyrirsjáanleika í mörg ár, men kannski í nokkur ár. Þeir eru frekar kannski að tala svona 5-10 ár heldur en 15-20? Menn hafa tala 5-10 ár, já, og kannski að það veri svona blöndu á milli styttri og lengri leyfi, svo að sjávarútvegarinn kan setja saman það som er best fyrir atvinnulífi. Så þetta verður stóra slagi nú það skýrslan kemur. Það verður að segja, ok, hvernig verður þetta gerast? Hugmyndin er að gera þetta með allan færiska kvótan eða allar heimildir færeyinga heima og heiman. Já,
Ja, rönnväl självsagt är lika takmör sett för tid med småbåtarna, det som vi där färskon säger med utråden, småbåtarna, kanske särskilt kan vi gert för ta. Lika väl takmör sett för okej, tar ju imser hoppar i flåtan. Så tar vara såna takmör sett som lika har både social och tjoar eller det ändamål. Så och takmörk så detta vill lika parter av terre miklo politiska och etnarsliga baratter som för fram nu efter 1. oktober.